Einar Andri, nú er líðað Evrópumótinu og með hvað svona væntingar farið út? Já, við erum aðalega bara spenntir að byrja. Við erum búin að æfa núna í 3 vikur. Tókum 2 leiki við Færeyinga í lok maí og byrjun júní. Þannig að það er bara mikil spenna og tilhlökkun. Og strákarnir og við erum bara hungraðir í að standa okkur vel. Erum að fara í hörkuriðil með Úkraínu, Póllandi og Svíum. Og eigum Úkraínu í fyrsta leik. Þannig að við erum bara spenntir og ætlum bara að gera okkar allra besta að ná sem bestum árangri í riðlinum og koma okkur í góða stöðu fyrir framhaldið. Það er svona smá kúnst að komast í 8. úrslit? Já, heldur betur. Þetta er nýtt fyrirkomulag Evrópumót með 24 liðum, þannig að það eru 6 riðlar. Og efsta lið í hverjum riðli fer í 8. úrslit og síðan eru 2 laus sæti þar á eftir og alls konar reiknikúnstir sem að þarf þar en það er svona bara kannski fyrir strákana og okkur og tímabært að byrja að spá í það. Við þurfum að koma okkur á staðinn í mótið og ná góðu starti í mótið og spá síðan í framhaldinu eftir það. Hvernig hefur gengið það svona að búa sig undir þetta, afla myndefnis af þessum andstæðingum, Pólverjum, Úkraínu og Svíum? Sko það hefur gengið eiginlega vonum framar með Úkraínu. Við náðum í 2 leiki sem þeir spiluðu í síðustu viku á móti Slóvakíu. Þannig að það var mjög óvænt að fá það upp í hendurnar og sem betur fer fundum við leiði til þess að fá þá leiki og þannig að annars hefur við bara farið alveg blind í sjóinn hvað það varðar, en við erum búin að ná að skoða þá og vorum að skoða vídeo á þeim í morgun og þeir eru bara með hörkulið, þannig að svo erum við að vonast til þess að fá leik Póllands og Ungverjalands sem fór fram í vikunni. Við erum að vinna í því. Þannig að já, þetta hefur bara gengið ágætlega. Fengum einn leik með Svíunum sem að spilum við Dani í vikunni. Þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En svona fyrsti leikurinn er með liði sem er svona metið lakast í riðlinum, er það ekki? Jú, svona allan í einhverju styrkleikarröðun. Þekkja allir stöðuna í Úkraínu, þannig að það er svona bara mörg spurningamerki sem að eru við það lið, en af vídeónu dæma þá er þetta hörku andstæðingur, góða skyttur, fína markmann, þannig að við þurfum að vanda vel til verka og svo er náttúrulega krefjandi. Við komum út bara daginn fyrir leik og menn þurfa að vera fljótir að átta sig á aðstæðum og hitta og öðru, þannig að það verður erfitt verkefni. En þessi strákar hafa náttúrulega gengið svona flestir hverjir í gegnum þetta svolítið saman. Þetta er svona uppistaðana kannski af 19 ára liðinu frá því í fyrra sumar af heimsmeistaramótinu, er það ekki satt? Það passar. Þetta eru margir strákar sem spiluðu þar og eru bara keppnisvanir á þessum mótum. Og bara konum með reynslu og við bara ætlumst til þess að menn nýti sér það og verði öflugir.